Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Herra forseti. Orðstír Íslands hefur beðið hnekki og ásýnd Íslands er löskuð. Svo virðist sem spillingaröfl ráði landinu. Þátttaka íslenskra stjórnmálamanna í notkun skattaskjóla sem lekinn frá Panama hefur þegar opinberað dregur upp þá mynd að íslenskir stjórnmálamenn séu gráðugir og spilltir og til í að láta aðra bera sinn hlut í ríkisrekstrinum. Almenningur sættir sig ekki við blekkingadansinn sem stiginn hefur verið eða fréttirnar sem lekinn færir okkur og krefst þess að ríkisstjórn þar sem bæði hæstv. forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa nýtt sér skattaskjól fari frá. Skattaskjól eru með hreinsibúnað og felunet sem lýðræðisríkið Ísland kærir sig ekki um. Á sunnudaginn urðum við vitni að fordæmalausri afhjúpun á eigum hæstv. ráðherra í skattaskjólum. Daginn eftir urðu hér stærstu mótmæli í sögu landsins og daginn þar á eftir átti sér stað hreint ótrúleg atburðarás og Ísland varð að atlagi út um allan heim. Á þessu sama tímabili fór hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og tilvalandi forsætisráðherra í hvert viðtalið á fætur öðru til að verja gerðir fráfarandi forsætisráðherra og formanns Framsóknarflokksins, til þess að verja tilvist skattaskjóla og notkun stjórnmálamanna á þeim. Auk þess réðust hv. þingmenn Framsóknarflokksins að þeim sem fluttu fréttirnar, réðust að Ríkisútvarpinu með dyrgjum. Hæstv. ráðherra sagði hér fyrr í umræðunni að hann væri ekki alfarið á móti tilvist skattaskjóla og ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort að Framsóknarmenn séu almennt sammála honum um þetta og hvers vegna hann ætti að njóta trausts þess að leiða landið eftir framgöngu hans síðustu daga og réttlætingu hans á notkun skattaskjóla. Hver er munurinn á hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fráfarandi forsætisráðherra? Hvers vegna er hæstv. ráðherra betri kostur? Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég tel það sé eðlilegast að ég felli ekki dóma um það. Ég er ekki vanur því að fella dóma kosti mína eða galla. Ég reyni að horfa í gallana og reyna að bæta þá eins og ég vona að flestir einstaklingar geri. En ég tel að aðrir verða að dæma um það hvernig ég muni reynast sem forsætisráðherra. Ég held að það sé mikilvægt að við getum tekið hér hreinskipta og málefnalega umræðu ýmsa þætti og þess vegna getum við ekki verið að dæma hér fólk með einhverjum gríðarlegum yfirlýsingum, gildishlöðnum það hvað hafi gerst án þess að taka tillit til þess hvað er löglegt, hvað hefur verið gert samkvæmt íslenskum lögum, m.a. lögum sem að hv. þingmaður tók þátt í að setja, var hér í síðustu ríkisstjórn, bæði sem þingmaður og ráðherra og áhrifamaður innan Samfylkingarinnar og þeirrar ríkisstjórnar. Og þá verður menn að segja þau lög eru ekki nægilega góð, við verðum að gera eitthvað annað. Það er búið að taka á því, eins og hér hefur komið fram í umræðunni, að ávinningur af slíku að setja fé þó með löglegum hætti sé og allt sé upplýst og greiddir skattar. Það er búið að taka meginþungann af þeim ávinningi í burt. Mér fellur illa að slíkt fé sé greitt, sé geymt eða notað slíkir staðir. Mér finnst það eðlilegast að menn séu með fjármuni hér í því kerfi sem við erum. En við búum líka í alþjóðlegu umhverfi þar sem við teljum eðlilegt að við stundum alþjóðaviðskipti og þá er ekkert óeðlilegt að menn séu með það sem er löglegt. En ég vil ítreka það sem ég sagði hér fyrr í dag að ég vil hvetja alla þá sem eru með fjármuni á slíkum stöðum, koma með peningana heim, láta þá fara að virka í íslensku hagkerfi eða fyrir íslenskt samfélag og ef það er þannig að þeir séu að svíkja undan eða leyna einhverju, að nota nú tækifærið, stíga fram og gera hreint fyrir sínum dyrum. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti. Sá sem stofnar leynireikning í skattaskjóli gerir það í ákveðnum tilgangi, til þess að blekkja og fela og til þess að komast hjá því að leggja sitt af mörkum til samfélagsins, í vegi, í sjúkrahús, í menntakerfi og löggæslu. Það að viðkomandi hafi ekki nýtt sér reikninginn að einhverju marki er í sjálfu sér aukaatriði. Það sem skiptir máli er ásetningurinn, að sækjast í leyndina og ógagnsæið með því að stofna félag í skattaskjóli suður í Kyrrahafi. Á Íslandi á þetta við sjálfan fjármálaráðherra. Telur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að það sé líklegt til að vinna Íslandi traust og trúverðugleika að nýju, hvort sem er innan lands eða í augum umheimsins, að fjármálaráðherrann hæstv. hafi nýtt sér skattaskjól? Telur hæstv. ráðherra að almenningur muni sætta sig við það? Og hvernig leggst það í hæstv. ráðherra að leggja af stað með nýja ríkisstjórn með slíkan farangur? Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Áfram heldur hv. þingmaður að setja gildishlaðna hluti og ætla fólki hið illa. Ég get ekki gert það. Eina sem ég get sagt, fari menn að lögum, greiði hér skatta, þá get ég ekki sagt að ásetningur þeirra hafi verið illur. Hins vegar í þeim tilvikum sem menn hafa ekki gert það, þá þurfa menn að gera hreint fyrir sínum dyrum. Hér hefur verið haldið fram að menn hafi verið að sækjast eftir því og þá er aftur settur upp svo ásetningur að það hafi verið tilgangurinn. Í ljósi þess gríðarlega fjölda sem hér er að ræða, eins og komið hefur fram í þessum ágætu Panama-skjölum, þá er það langt umfram það að einhverjir einstaklingar hafi verið að sækjast eftir einhverju. Þá var þetta miklu frekar einhver regla sem var hér í fjármálakerfinu. Það er auðvitað dapurlegt að fjármálakerfið á þessum tíma hafi verið með þessum hætti. Ég vona að fjármálakerfið sé ekki lengur með þessum hætti. Ef að regluverkið hér frá okkur á Alþingi leyfir slíka hugsun í fjármálakerfinu þurfum við að taka á því. En ég treysti vel að halda áfram þessu ríkisstjórnarsamstarfi með traustan meirihluta byggð á þeim gríðarlega góðu verkum sem við höfum unnið síðastliðin 3 ár og ljúka þeim stóru verkefnum sem standa fram undan.